Þetta svona alltaf á tæknimálunum megum við byrja þín vegna. Já, takk. Því að niðurstaðan var sú að síðustu stundu að ákveða að taka þennan fund upp og streyma honum inn á netið. Þá þurfum við svona að tala í mikrofóna þannig að allir heyri. En ég vil bjóða ykkur velkomin til þessa fundar sem að héraðsnefndin ákvað að boða til vegna þess að nú standa fyrir dyrum kosningar til embættis vígslubiskups í Skálholti eins og öllum ljóst, og fyrirkomulagið á þeirri kosningu svolítið annað en verið hefur áður, þar að segja nú hefur fjölgað verulega þeim sem eru atkvæðisbærir, því að atkvæðisrétt núna hafa allar kjörnefndir prestakalla. Og þetta auðvitað nýmæli frá síðasta kirkjuþingi og svo mikið nýmæli, ég hef nú aðeins orðið var við það að margir kjörnefndarmenn vissu ekkert hvaðan á að stóð veðri þegar þeir fengu fundarboðum það að þeir mættu mæta svona fund og að þeir hefðu atkvæðisrétt, því að menn hefði ekki áttað sig á það. En þannig þetta og það þýðir að kjörmenn leikmanna í þessu biskupskjöri eru náttúrulega miklu þá fleiri heldur en hinnir svokölluðu, eins og kallað var í gamla daga, lærðu, þar að segja prestarnir og djáknarnir. Og þess vegna fannst okkur tilhlýðilegt að það yrði gefið tækifæri hér fyrir ykkur sem kannski þekkið frambjóðendur ekki eins vel eins og kannski margir prestar gera, að það væri þá tækifæri til að hitta þá fyrir á svona fundi þar sem þeir fengju að kynna sig. Og slíki fundir verða nú víst haldnir í flest öllum prófastdæmunum, eins og hægt að sjá meðal annars í auglýsingu inn á kirkjan.is. En nú erum við sem sé komin til þessa fyrsta fundar og ég stóð nú ekki til að ég talaði hér í allt kvöld, þannig að ég ætla nú ekki að hafa þessi inngangsorð mikið fleiri nema ég bara býð ykkur aftur velkomin og auðvitað sérstaklega frambjóðendurnar. En mér langar til þess að við byrjum fundin á því að heyra hér orð úr heilari ritningu og ég ætla að lesa hér vers sem eru mér hugleikinn úr 29. kaflanum hjá Jeremías spámanni. Því að ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Því að þér ákallið mig og komið og biðjið til mín, mun ég bænheyra yður. Ef þið leitið mín, munu þér finna mig, þegar þið leitið mín af öllu hjarta. Þetta eru orð Drottins til okkar og við megum vita það að þannig megum við leita til hans, leita hans leiðsagnar, bæði í okkar þjónustu og við trúum því að sá sem að verður kjörinn biskup í þessu kjöri geti líka þannig leitað til Drottins. Og við sem eigum að kjósa megum líka leita til Drottins og leggja þessa þjónustu okkar eins og alla aðra þjónustu í hans hendur. Skulum biðja. Drottinn, við þökkum þér fyrir þína náð og þína miskunn. Þökkum þér fyrir það að við fáum að koma hér saman til þessa fundar í dag. Þú þekkir það málefni sem hér til umfjöllunar, að kalla til og kjósa nýjan vígslubiskup í Skálholti. Við leggjum það málefni í þínar hendur og biðjum að bæði blessa þá þrjá sem að hér á að velja í millum. Viltu blessa þá hvern og einn og viltu blessa allt þetta ferli. Við leggjum svo fundin okkar í þínar hendur og biðjum þína heilögu nærveru. Í Jesú nafni. Amen.
Ég hef beðið Ástu Ágústsdóttur að stjórna þessum fundi og þess vegna ætla ég bara að gefa þér orðið. Gjörðu svo vel. Áður en þú ferð, Gísli, Já. langar að byrja að hinkra aðeins. Já, það er Já. Fundurinn, það er dagskrá fundarins hugsuð með þeim hætti að hver hinna 3 frambjóðenda hefur 10 mínútur til að kynna sig og síðan hafa þeir fengið sendar 3 spurningar sem ég mun lesa upp fyrir ykkur á eftir áður en að þeir svara þeim og þeir fá hvorum sér 10 mínútur til að svara þeim spurningum. Að því loknu munum við opna fyrir spurningar úr sal ef einhverjar eru og eina ég bið ykkur að vera hnitmiðuð og bið almennar spurningar. En til þess að gæta nú alls jafnræðis að þá hefur það verið ákveðið að draga röð þeirra sem talar, í hvaða röð þeir tala. Það er Eiríkur sem byrjar og má ekki biðja bara einhverjum leið í nefnu öfni að koma hér og fá okkur sæti hérna bara við háborðið svo að fólk geti nú hort framan í ykkur líka. Og næst yrði svo Kristján og þá vitum við að Axel er síðastur. Ég ætla nú að opna miðan til að sanna það að nafnið þitt hafi líka verið í körfunni. Hér stendur Axel. Glæsilegt. Já. Og þá er röðin þessi að það er Eiríkur, Kristján og Axel sem tala til að byrja með og með sína kynningar og síðan á eftir þegar þeir fá spurningar þá snúum við þessu við auðvitað. En Eiríkur, gjörðu svo vel. Og með blessu og sæl og þakka fyrir að fá tækifæri að koma hingað til þess að tala það málefni sem nú liggur fyrir, sem sagt það að velja vígslubiskup í Skálholti. Og það má segja svona að vígslubiskupsembættið í margra svona huga, það sé svona standi frammi fyrir svona ákveðinu svona áskorun sem ekkert ólík því sem við heyrum oft í sambandi við kirkjuna sjálfa. Og þá er það kannski meira í ranni okkar kirkjufólksins. Við heyrum marga tala það og setja spurningamerki yfirlega við það hvort að þetta embætti hafi yfirhöfuð eitthvað hlutverk raunverulegt. Og það eru ýmis rök færi fyrir því og sömuleiðis má segja að ýmsir setji ákveðið spurningamerki hreinlega við Skálholt og stöðu þess í nútímanum. Og þannig sé má segja að vígslubiskupsembætti og það sem það svona helst miðað við, það sé svipað eins og margir gera í nútímanum gagnvart þjóðkirkjunni í heild sinni. Að margir setja orðið frá því sem áður var þegar að kirkjan var bara hluti af hinu sjálfgefna umhverfi okkar til þess að núna setja fjölmargir spurningamerki við það starf sem það er reynt að hendi og jafnvel eru tortryggni gagnvart í og vilja ekki leyfa börnum að taka þátt í og annað eins og við þekkjum. Og það er ekki bara þannig, held ég, að þetta sé eitthvað til þess að við eigum að gráta, heldur eigum við held ég frekar að taka þessari nýju stöðu tiltölulega sem ákveðinni áskorun til þess að hugsa hlutina upp og nýtt og vinna þannig að við getum sýnt fram á það að kirkjan hafi eitthvað að segja inn í samtíma okkar. Og sama hátt held ég að einmitt við sem að kannski núna sækjumst eftir þessu sem ég vil frekar kalla verkefni en embætti. Ég veist embættið orðið kannski svona vísa meira í svona eitthvað upphafið en ég vil líta á þetta sem ákveðið verkefni sem að þarna er tekin ákveðin einstaklingur frá til þess að sinna. Og jafnvel þótt að margir hafi talað bæði flókaskó og silkihúfur þegar að minnst á vígslubiskupsembættið í Skálholti, þá held ég að einmitt bæði sá rammi sem að vígslubiskupsembættinu er settur í starfsreglum og raun og veru staðurinn Skálholt líka, hann gefur þessu embætti mikið tækifæri til þess að vinna kirkjunni í gagn. Við vitum það auðvitað öll að það er bara eitt biskupsdæmi á Íslandi, þannig að við erum ekki að velja nýjan biskup þannig séð yfir Ísland, en við erum að velja til mikilvægan samstarfsmann biskupsembættisins. Og það er einmitt það sem er svo spennandi finnst mér við vígslubiskupsembættið að það hefur tengsl við efstu lög stjórnsýslunnar
en leið samkvæmt starfsreglunum einmitt bent á það að það eigi að vinna í grassrótinni. Það á að stuðla að ýmsum þáttum í kirkjulífinu og hafa má segja puttan á púlsinum í því sem að gerast í söfnuðunum og þannig að vera svona, má segja, hvað maður að segja, svona eins og í gegnum prófastarnir náttúrulega þetta tengslanét sem að við höfum, sem þið hefur reynda verið veiklað mjög með því að fækka þeim eins og gert hefur verið núna undanfarin ár. En þá samt sem að vígslubiskupinn þarna á milli. Hann auðvitað starfar með prófastónum en hann líka möguleika á því að hafa beint samband, hann fyrir vísiterar og gerir eitt og annað meðal safnaðanna. Og þannig að hlutverk hans til dæmis í sáttamílun og öðru slíku gerir þá kröfu til hans að hann hafi, eins og ég segi, puttan á púlsinum í því sem að gerast í söfnuðunum. Þannig að þetta embætti og verkefni sem skiptir miklu máli mannleg samskipti, að mér séu þarna sem sagt fylgist náið með og takkjörnur þátt í kirkjulífinu. Og það sem að ég held að sé mikilvægast af öllu í nútímanum einmitt það að þetta fólk sem starfar, þeir sem hér eru samankomin, hvort sem við höfum vígslu eða ekki, sem að unnum kirkjunu okkar, að sú áskorun sem við stöndum fram fyrir og við nefndum í upphafi, hún einmitt þannig hugsa að við þurfum að þétta okkar raðir, við þurfum að standa saman og hjálpast að og við meðum ekki láta einhverjar reglugerðir eða einhverjar girðingar verða til þess að spilla fyrir samstarfi okkar. Það má vel vera að við þurfum að hugsa ýmsa þætti upp og nýtt í samstarfi okkar og kirkjan náttúrulega sko ekki í þetta hús sem hér byggt eða við erum búin að lifa góða tíma alveg síðan á fyrir það staðfesta skatta var tekin upp fyrir 30 árum síðan í kirkjunni og kannski að sumuleyti höfum við svona haft það óþarlega gott má segja. Við höfum fengið sóknargjöldin bara inn á reikningum hver mánaðamót og allt eftir fastri reglu og svo núna þegar allt í einu stjórnvaldin eða valdið allt í einu ekki alveg orðið eins hrifið eða finnst það ekki hafa jafn mikið gagn af kirkjunni eins og valdið hefur náttúrulega haft kirkjuna má segja svona í skjóli sínu alveg frá því siðbreytingum má segja en núna kannski finnst valdinu ekkert sérstaklega mikið til kirkjunar koma, kærir sig ekki hana og þá erum við ákveðinu óvissu. En leið held ég akkúrat að þetta eigi eins og annað að skoða sem ákveðin áskorun til okkar að við sýnum það hvers mikils virðis kirkjan í lífi þjóðarinnar, lífi einstaklingsins og hver einn einstaklingur gengur síðan út í lífið með sínar hugsjónir, með sitt siðvit sem hann nemur frá Jesú Kristi. Og þó við hugsum þetta svona sem grasrótina og hugsjónina sem náttúrulega stofnuð bara og við getum talað marga daga allt í flókna sögu kirkjunar og skipulag og allt þetta, þá þetta í grunni sínum alltaf bara skírnaskipunin sem að þetta byggist á. Allt valdið mér falið á himni og jörðu, segir Jesú Kristur, farið og kennið og skýrið og boðið. Það það sem þetta snýst En auðvitað þarf þetta einhvern kerfi, einhvern struktúr. Það alveg sama hversu að þá þarf alltaf einhvern struktúr í kringum það og þess vegna verðum við alltaf að hafa augað á upprunanum og það sem eftir kemur þjóni þessu markmiði. Og það eins með þetta vígslubiskupsembætti. Það getur vel komið einmitt til mikilla nota á þennan hátt að vera þessi milliliður og tengiliður og ganga meðal fólks til þess að hvetja menn til dáða, til þess að uppörva menn og þetta sem að kannski mikilvægasta hlutverkið í sambandi við þetta að má segja að hugsa velferð starfsfólksins til dæmis. Hugsið hversu mikið búið að fjárfesta andlega og fjárhagslega í hverjum presti sem aflað sér sína menntunar og aflað sér sína reynslu og síðan hann hugsanlega settur inn í aðstæður þar sem hann vinnur kannski allt of mikið og fær lítið frí skilgreint og á fáum árum kannski nánast brunnin upp í starfinu. Þetta eitt af því sem kirkjan þarf að taka miklu markvissara á í mínum huga og þarf að taka þetta föstum tökum þannig að við hugsum allt starf hvers einasta einstakling sem langhlaup og hver einasti boðandi Jesú Kristína trúar, það þarf að vera glaður boðandi, áhugasamur boðandi, maður sem þráir að koma Jesú Kristi á framfæri en ekki einhver sem þreyttur og lúinn og uppgefinn og í pirraðar út í samstarfsmenn sína og finnst allt ómögulegt. Það ekki sterkur boðandi. Það sem að þetta embætti, þetta verkefni sem að við erum hér að tala vígslubiskups, það í mínum huga getur nýst gríðarlega vel til þessara þátta. Og nú hef ég ekki talað neitt Skálholt vegna þess að það eitt af því sem að spurningarnar beinlínis bera upp. Þess vegna ákvað ég að vera ekki að tala beinlínis það, en ég get eins og að viðurkennt það að sem hafandi búið í 18 ár í tímræðin liði. 2,5 mínútur eftir, já, ok.
hafandi búið í 18 ár í hruna og haft, má segja, Skálholt fyrir augum, þá þykir mér vænt þennan stað og mér langar til þess að hann geti fengið að byggjast upp og verða öflugur tákni fyrir kirkjuna. Ég held að hann geti einmitt verið það í nútímanum sérstaklega, ekki endilega byggður bara á einhverju gömlum sögum sem auðvitað skipta miklu máli, en staðurinn þarna með sína náttúru og sín búskap og þarna er þetta að gera hana öflugur tákni fyrir það sem kirkjan vill standa fyrir í umhverfismálum. Og þarna þessi staður hefur mikið aðdráttarar. Það koma þarna þúsundir manna, jafnvel 100.000 á hverju ári. Og þá höfum við tækifæri til boðunar og fræðslu kirkjuna. Og hugsanlega líka til þess að hafa af því tekjur. Því ég held að í nútímanum verðum við líka að leita leiða til þess að þessi staður getur einhvern veginn staðið undir sér að mestu leyti. Og það starf sem þar fer fram. Þannig að þetta helst allt í hendur við það sem því að táknin skipta miklu máli. Við höfum táknið Jesú Krist og táknin og ég vil skoða og líta á Skálholt sem öflugt tákn. Og þaðan farand biskup bæði dreifðar byggðir og þéttbýli til þess að hvetja menn til dáða, rétt eins og hér í þessu, og staðurinn sé athvarf fyrir kirkjufólk og aðra til þess að koma þangað að dvelja þar, uppbyggjast og njóta staðarins og ganga síðan aftur út í daginn til verka sinna, uppbyggð af áhuga og ljómandi af gleði yfir því að tilheyra þeim flokki sem að kallast Kirkja Krists á jörðu. Það er stórkostlegt hlutverk og þar eru allir jafn háir sem lágir, mikilvægir í því. Takk fyrir. Hjartans þakki fyrir þetta, Eiríkur, og þá er það Kristján Björnsson sem ætlar næst að vera með sína kynningu. Gjörðu svo vel, Kristján. Já, kæru vinir, takk fyrir þetta tækifæri, takk fyrir bænin í upphafi, séra Gísli. Það myndi mig á það hvað hjartað mitt fór að slá örar í sumar þegar ég fann að það var svolítill meðbyr í þessu ferli með tilnefningarnar og ég hugsa með mér að nú myndi aukast vandinn og vandræðin, en sem betur fer þá hefur þetta verið þannig að það hefur verið svo hlýlegt og gott og fræðandi að eiga samskipti við þá sem voru að vinna við það að tilnefna, prestar og djáknar, og svo líka núna þá leikmenn sem ég hef talað við, og þetta er mjög dýrmætt, en þetta snerti hjartað. Mér finnst ég varla verður að standa í þessum sporum og finn það svo vel þegar ég er ávarpað sem einhver frambjóðandi til Vígslubiskups. Ég ætla að byrja að gera þessa játningu. En það hefur lengi verið skoðun mín í sambandi við hlutverk Vígslubiskups sem er hægt að nýta mjög vel, þetta embætti, að styðja presta, djákna, starfsfólk, sóknarnefndir og alla aðra sem vinna að grunnþjónustu kirkjunnar á hverjum stað. Og það eru svo gríðarlega mikið atriði fyrir vígslubiskupinn að sinna því vel, vegna þess að það veitir honum ákveðinn aðgang að þessum frjóa akri í kirkjunni. Annað sem við getum fengið út úr því, þessu aðalatriði, er að í mínum áherslum allavega, er að með því móti erum við að styðja við það hlutverk kirkjunnar á þeim stöðum þar sem að traustið er mest til kirkjunnar og byggja það upp og hlúa að því að það hefur sýnt sig í skoðanakönnunum að fólk hefur mesta tiltrú og mesta traust til sóknarkirkjunnar og miklu meira heldur en til þjóðkirkjunnar í heild, en með því að styðja við þessa grunnþjónustu þá erum við að efla kirkjuna hins vegar algjörlega sem eina heild starfandi á öllum stöðum. Það er töluvert verk framundan í Skálholti vegna endurbóta og viðhalds og uppbyggingar. Það er búið að vinna mjög vel undanfarið að því að ná niður skuldum sem voru skrifaðar á Skálholtsskóla og endurbætur og viðbygginga við skólahúsið og þannig að það er ákveðið lag að fara af stað núna með áætlun uppbyggingu á staðnum.
hvernig við nýtum þennan kost, þennan húsakost og aðstöðuna og þennan anda sem er í Skálholti og allir þekkja svo vel. En það einhvern veginn leiðir að því að það er mjög mikilvægt atriði að vígslubiskup hafi aðsetur í Skálholti og ég legg mikla áherslu á það og ræki síðan tengslið þaðan. Þannig að í hvers sinn sem að hann á ferðinni að þá hann í raun og veru að mynda og styrkja tengsl við Skálholt. Við þurfum að hafa Skálholt í huga og efla þann stað. Og það er í sjálfu sér mjög gott og gefandi hlutverk vegna þess að staðurinn sem slíkur hann lyftir þeim manni sem að situr þar. En það er líka bara svo nauðsynlegt að hafa í huga varðandi Skálholt og uppbygginguna þar að það er svo margir sem koma að starfinu í Skálholti. Og það er skólinn og það er staðurinn sjálfur, það er sóknarkirkjan og þetta þarf einhvern veginn að harmonera allt saman eða ná að tengjast á einu stað. Og það er líklega hvergi sem að þetta er svona augljóst eins og þar. Hvernig allir þættir í kirkjulegu starfi og sögu þjóðarinnar tengjast þar. En ég vil allavega sem fyrr leggja svona mikla áherslu á það og vera svona fá tækifæri núna til að leggja mitt af mörkum við það að staðurinn rísi svolítið sem lærdómssetur og kirkjan þarf að leggja til og leggja með Skálholti og það er ekki hægt að sleppa því. Til þess að þetta geti orðið þetta lærdómssetur, uppbyggingarsetur í guðfræði og boðun og starfsþjálfun, helgisiðum og bænahaldi, rannsóknum, listum og tónleikahaldi og svo þarf einhvern veginn skólinn, staður og sókn að ná saman þetta hlutverk. Þetta er mjög mikilvægt hlutverk. Varðandi þann stall sem að vígslubiskup hefur, eða þann stól, af því þetta er nú stóll, að þá þarf hann að vinna því með boðun sinni að leggja áherslu á jafnrétti og hann þarf að leggja áherslu á gegnsæi eða gagnsæi eins og menn segja margir. Og það þarf einhvern veginn að leggja áherslu á það sem að ég hef reynt að gera í allri minni boðun alltaf að horfa á manneskjuna af fullri virðingu fyrir manngildinu. Og það er einhvern veginn vegna þess að það er bara þannig sem við sjáum manneskjuna í björtu ljósi fagnaðarerindisins sem Jesúm Krist. Það er einhvern veginn svona tengist þar. Og svo þarf líka að vera að leggja áherslu á að virða mörk og persónumörk og helgi lífsins. Fólk þarf leiðsögn það og það þarf að styðja baráttu þeirra sem hafa orðið fyrir sárum með því að einhver hefur ekki virt þau mörk og síðan er bara helgi lífsins, það er það sama og varðandi virðinguna fyrir mannhelginni. Við eigum að gera þetta bæði í kirkjustarfi og hafa þessa boðun gagnvart samfélaginu öllu. Þetta er ekki lítið brennandi mál núna í samfélaginu. Og þetta er mjög mikilvægt atriði að við lærum öruggar aðferðir og þróum þær til að greina mál sem kom upp og fara yfir þau, gera þau upp og leita svo sátta. Það er hlutverk kirkjunnar í þeim málum. Við þurfum líka, þessu tengt að leggja áherslu á sálgæsluna og ég hef lagt mig töluvert mikið fram það, sérstaklega á seinni árum, eftir ég fór að læra sálgæslu, taka það lengra í presskapnum og prestsþjónustunni með sérþjónustunni og við þurfum að efla þessuna sérþjónustu presta og djákna og bæði í þjónustu sóknarkirkjunnar og stofnunum. Og svo þurfum við að hafa í huga í boðun kirkjunnar að við köllum fólk til ábyrgðar í umhverfismálum og við þurfum að gera það ekki eins og maðurinn sagði, ekki bara til að bjarga jörðinni, heldur sem sagt til þess að gæta og hlúa að velferð manneskjunnar með það að markmið. Þannig getur kirkjan komið að þessu. Ég er að vinna einmitt að undirbúningi að ráðstefnu núna í október virðinguna fyrir umhverfinu og sátt við jörðina.
það er ráðstefna Alkirkjuráðsins og stofnunar Sigurbjörns Einarssonar sem ég hef verið að vinna aðeins í. Þar erum við að kljást við loftslagsmálin og frið við jörðina, sátt og réttlæti á þessum grunni og þar af leiðandi réttlæti gagnvart komandi kynslóðum og ábyrgð okkar gagnvart þeim. Vinna að frið og rækt við jörðina, það er mikið atriði. Ég var einhvern tíma búinn að tala mikið þessi atriði sem að ég legg áherslu á, þetta nú á heimasíðunni hjá mér, á mínu nafni, en svo þegar ég var búinn að ausa því öll úr mig þá kom ein spurning og spurningi var einfaldlega hver er maðurinn og hverra manna ertu. Og ég verð að geta þess að ég er hérna úr Kópavoginum ekki langt frá, fæddur Reykjavík og foreldrar mínir Björn Sigurðsson, fyrrverandi varðstjóri í lögreglunni Reykjavík og mamma var djákni Kristín Böguskó, pabbi Björn Sigurðsson frá Möðruvöllum í Hörgárdal, sonur séra Sigurðar Stefánssonar sem var þar lengi eða allan sinn feril, prestur, prófastur og vígslubiskup og svo var metingur innan fjölskyldunar. Ég komst ekki hjá því að hafa aðrar fyrirmyndir úr móðurættinni hjá þeim sem að gegndu þjónustu á kirkjulegum vettvangi og mamma úr Meðallandinu og þar var þessi stóra fyrirmynd Sigurbjörns Einarssonar og hérna sem sagt hann var bróður sonur ömmu Ágústu og það er mikill skyldleiki og mikill samgangur og mikill vinátta og með því fólki öllu saman. Þetta er svona til að gera aðeins grein fyrir mér, en það er allt og langt mál að fara að telja upp hvað ég hef verið að gera. Það er bara, ég listaði það bara setti það inn á heimasíðuna. Þakka bara fyrir þetta tækifæri sem ég hef fengið hér til að vera að gera svona grein fyrir þessum aðaláherslum og óska ykkur blessunar í starfi. Þakkum Kristjáni fyrir og Axel gjörðu svo vel. Takk fyrir það og kæru tilheyrendur og áheyrendur. Það er kostur að fá að tala síðast. Ég hafði undirbúið mig undir það að kynna sjálfa mig en ekki kynna það hvað vígslubiskupsembættið stendur fyrir. Því það er hægt að lesa það og eru 2 blaðsíður eða svo á kirkjan.is. Ég heiti Axel og mig langar að verða næsti vígslubiskup í Skálholti. En af hverju ég? Hver er ég? Hvað sjáið þið þegar ég stend hérna fyrir framan ykkur? Hversu djúpt sjáið þið? Og hversu djúpt finnst mér í lagi að þið sjáið? Er kannski fötin ekki nógu góð, Gunnar? Rétti liturinn? Það er erfitt að svara því af hverju á að kjósa mig en ekki hina. En kjarninn í svarinu er að þú, kjósandi, sjáir í mér meira því sem staðurinn og embættið þarf en í hinum. Með þessu er ég ekki að gera lítið úr þeim eða mikið úr mér. Vegna þess að ég held eins og mér, þá eru þeir líka kallaðir. Við heyrum kallað. Viltu koma? Mér finnst Drottinn kalla, hann er búinn að gera það í mörg ár, alltaf ekki fyrst verið 1988 eða 9 þegar ég var þar með fermingastörf eða fermingabönn. En dæmið hann sett upp að þið kjósendur ráðið þessu. Og það er snúið spil þegar mörgum finnst kallað á sig en aðeins einn útvalinn. Og ég hef beðið fólk að biðja fyrir þessu, biðja Guð sjálfan að leiðbeina sér þetta val svo vel sé. Biðja kærleika og samfélag, það sem ríkir hlýja og samúð. Og þegar maður setur dæmi svona upp, þá erum við að biðja andlega leiðsögn. Hin leiðin sem stundum er farin og fær er að vera svo galdrakall eða töframaður sem dregur réttu spilin upp úr stokknum til að heilla. En þegar vígslubiskupskjör eru frammi fyrir eða biskup Íslands,
Þá gefst tækifæri til þess að tala í þessu tilviki við tæplega 1000 manns með einum öðrum hætti sem láta sér starf kirkjunnar landinu varða, hugað mikilvægum málefnum í starfi kirkjunnar, bæði hinu ytra og innra, rekstrarlega og eins í hinu innra eiginlega starfi. Þegar ég sat hérna áðan þá heyrði ég dropana detta í fötuna. Þetta sem sagt tryggja bala kirkja. Hún lekur. Ég var hissa á því. Kirkjan í Skálholti líka bráðum að fara að leka. Þetta segi ég vegna sem þegar maður í kjöri þá þarf maður að gaumgjafa ýmsar spurningar og leggja í púkið svör og leiðir til bóta. Röddin sem við eigum að tjá er röddin sem boðaði það sem Jesús sagði og bauð, að lækna sjúka, að hugga, að boða bandingjum lausn, að Kristur sjálfur ríki í hjartanu. Hvatningin er að lifa sem kristin manneskja, ævina á enda. Vera á andlegu ferðalagi, lifa í takt bænalífsins, iðju og endurnýjunar, stunda fyrirbænir, temja sér einfaldan lífshátt og bera umhyggju fyrir sköpuninni, gera samfélag og brottækt fólk heilbrigð og hafa opinn huga fyrir anda Guðs og stunda samhygð. Að boða það sem Jesús boðaði, vitandi það að í Lúkasarguðspjalli segir hann: vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa þér ríkið. En hver er ég? Ég fæddur 1961. Kona mín er Sigþrúður og ég á Pálínu og Jón Karl fyrir börn. Ég vígðist að Stórunúpi 1991, var þar í 19 ár, en Stórunúpur er næsta nágrenni við Skálholt. Ég vissi ekki þá, sem ég veit núna að því ég giftist konu minni, að þá var ég að giftast inn í afskaplega erfið mál og það snýr að umhverfisvernd. Og mér langar að kynna mig með þeim hætti vegna þess að þegar á reynir þá birtir vandinn hver þú ert. Á föstudaginn var Sigþrúði veitt náttúruverndarverðlaun Sigríðar í Brattholti fyrir verndun Þjórsárvera og baráttu hennar í þeim efnum. Og ekki það að ég vil skreita mig með þeim verðlaunum eða verkum konu minnar, þá er það skrítið að lenda sem prestur í prestakalli, reyndar hennar, hún er fædd þarna uppalinn, og þegar árin líða, þá sverfur hægt og bítandi til stáls. Þeirra sem vilja verja og vernda og hinna sem vilja virkja. Og þetta er talandi dæmi baráttun í dag. Þetta er hörð barátta. Kona mín missti heilsuna á tímabili þegar ég varð að draga tilbaka greinargerð líðan sóknarbarna út af virkjunarframkvæmdum Erlendu Þjórsár 2007. Og þar naut ég andlegra leiðsagnar biskupsins í Skálholti og tilsjónar og fór eftir því sem hann sagði í einu og öllu. Án þess að spyrja. Hann er náttúrulega ekki hér til þess að svara eða segja frá, en það eru 10 ár liðin, það bil, og ennþá er þessi vofa þarna yfir og hún er víðar. Af hverju er að draga þetta fram? Jú, vegna þess að ég held að þetta birti svolítið hver Axel er. Og það er hægt að lesa þetta og fletta upp á netinu. Mér langar líka að fara í annan sálm og það er það að við hljótum að nefna vanda kirkjunnar. Og það er fækkun fólksins sem er skráð í kirkjuna. Prósenttalan fer lækkandi og hún lækkar líka með tilliti til íslenskra ríkisborgara. Það munar svona 10%. Hún fer lækkandi árgöngum og það er fyrir sér mikil lækkun tekna og raun fækkun prestsembætta. Og ég er ekki viss að margir hafa átt að sjá þessu að börn sem eru fædd 2007, 50% af þeim tilheyra þjóðkirkjunni. Börn sem eru fædd í fyrra, 51%. Minn árgangur,
er hins vegar 65% af íslensku ríkisborgurum sem eru í þjóðkirkjunni. Tekjur lækka ca. 50–60% á næstu áratugum. Og hvernig ætlum við að taka á þeirri stöðu? Sem héraðsprestur hlustar enginn á þetta. Sem sóknarprestur segir þetta varla nokkur. En sem vígslubiskup þá fer fólk að hlusta. Ef vígslubiskup eru áhyggjur af þessum atriðum, ættum við ekki að gera það líka. Það er að skella á okkur mikla breytingar í samfélagsháttum, menntun og atvinnumálum. Og þá er að tala um 4. iðnbyltinguna. Sem héraðsprestur hlustar enginn, en sem vígslubiskup fer fólk að hlusta. Íslenska þjóðkirkjan sem stofnun og trúfélag þarf að átta sig á þeim breytingum sem framundan eru og því mikla hlutverki sem hún getur gegnt. Og því er brýnt að við finnum saman út hvað þarf til þessa verkefnis og hvað á að móta kirkjustarfið í nýjan heim. Það ætti að vera köllum biskupana að andleg leiðsögn þeirra og tilsjón þeirra verði með þeim hætti að fólki í landinu finni sig vilja eiga samleið með þessari kirkju og boðskapinn sem hún flytur. Við þurfum að fara að starfa við annan veruleika og hafa þá getu til að horfast í augu við vandann, átt okkur á því af hverju fólki fer eða kemur ekki aftur. Og þetta snýr að prests- og prédikunarembættinu, þetta snýr að köllum kirkjunnar og öllu hennar starfi og reyndar að mínu mati sjálfum grundvellinum að tilgangsríku lífi. Vígslubiskup starfar ekki á eigin forsendum. Hann starfar á grundvelli laga og starfsreglna. Og það eru skýr hver verkefni hans eru. Það er alveg ljóst. Og hvernig þetta allt saman ræðst fram, ræðst á samstarfi biskup Íslands og umboði hans og þar með samstarfi vígslubiskupinn á Hólum. Hvert stefna skal í þessum andlegu efnum leiðsagnar, tilsjónar, eflingar og sátta umleitana. Við sem kirkja þurfum að verða stærri en vandinn sem við erum að glíma við. Vandamál og erfiðleikar er ekki að slá okkur út af laginu eða niður, vitandi það að Jesús sem er okkar andlegi hirðir segir beinlínis í Jóhannesar guðspjalli: þetta vil ég tala til yðar, að þér eigi frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughröstir, ég hef sigrað heiminn. Og þar kom hvíta blaðið upp og punktur hjá mér. Takk fyrir. Takk fyrir þína framsögu, Axel. Eins og ég sagði áðan að þá fengu þeir aðilar sem gefa kost á sér sem vígslubiskup í Skálholti 3 spurningar sendar og spurningarnar eða öllu heldur það sem að þeir fengu var í starfsreglum um vígslubiskupa nr. 968/2006 segir: í umboði biskups Íslands og eftir þeirri kirkjulegu skipan sem ríkir í lögum, reglugerðum og starfsreglum veitir vígslubiskup andlega leiðsögn og tilsjón innan kirkjunnar í umdæmi sínu, eflir kirkjulíf, vísiterar og annars sáttaumleitanir. Og í ljósi þessara orða viljum við spyrja: í fyrsta lagi, með hvaða hætti mynd þú sem vígslubiskup leitast við að veita andlega leiðsögn í svo stóru umdæmi sem Skálholtsumdæmi er? Í öðru lagi, með hvaða hætti mynd þú sem vígslubiskup leitast við að efla kirkjulíf í umdæmi þínu, samanber það sem segir í starfsreglum? Og í þriðja lagi, hver er framtíðarsýn þín fyrir Skálholtsstað og hvernig hyggst þú láta hana verða að veruleika verði þú kjörinn vígslubiskup? Og eins og áður þá gerum við ráð fyrir að hver sig hafi 10 mínútur til að svara þessum spurningum og nú ætlum við að gera, nú byrjuðum við áðan á því að það var Eiríkur, Kristján og Axel og nú snúum við rauninni við og Axel kemur aftur að gera svo vel eftir. Allar 3. Já, bara svara öllum 3 spurningunum. Það er óvíst að þú viljið vera alveg með 3 mínútur á hverja. Það var eiginlega það sem við höfum í huga með því. Takk. Fyrsta
Óbeinlínis hlutur vígslubiskups að veita andlega leiðsögn. Hann á að gera það og hann er lykilaðstöð til þess. Lykilaðstöð sem helst prófastarinn á þeirra svæði. Þess vegna getur hann talað með öðrum hætti úr öðrum skóla. Vígslubiskupar ætla ég að hafi annað vægi. Annað vægi þegar talað umhverfismál og óréttlæti í samfélagi. Óréttlæti sem mótast af græðgi, eigingirni og sinnuleysi. Ég er ekki með þessu að segja að allstaðar sé allt í kalda kólum. Það eru margir söfnuðir sem sinna góðum störfum, það eru ólíkar leiðir til vaxtar. En ég myndi vilja veita andlega leiðsögn með því að tala við fólk, hitta það með einhverjum hætti og vera með því. Það hjálpar fólki að tengjast Guði, að lifa lífi sínu með honum. Og hvernig getur það leitt þetta fram? Kannski með því að segja fólkinu sem hlustar og maður hittir að gæta að því hvernig það andar. Og þetta gerir. Hugurinn leitar á önduninni og athygli rennur að því hvernig þú andar. Og þannig andar þú að þér nærveru heilags andar. Og eins finnir þú súrefni streymin í lungun og með blóðinu til frumana og þar verður bruni og orka leiðist úr læðingi. Og gerist það með líku sniði þegar þú finnur hvernig kærleiki Guðs líkur þig á bak og brjóst. Og við skynjum þennan kærleika. Hugur Guðs og hugur þinn tala saman og djúp lind Guðs lífgar þig og nærir. Þú greinir ljós Guðs og frið hans og þú biður vitandi það að hvar sem ein bæn er beðin í hljóði, þá beygir hann hné sitt við mannsins hlið. Já, Kristur segir, komið til mín. Ég er komin að vitja þín og lækna þig og lýsa þér til lífs og sigur fylgð þú mér. Og kannski gerðist þetta einmitt núna hjá þér. Þú fékkst andlega leiðsögn og það gerðist eitthvað í þér. Jesús kallaði ekki fólk til að fylla flokk, heldur til að ganga með honum lífið á enda. Jesús kallar fólk saman til að verða Guðs ríki, hina heilögu almennu kirkju eða söfnuð, og breyta fólkinu til nýrrar myndar, þar sem það er statt í lífinu, í þeim vanda og þeirri klímu sem það tekst á við. Ég er að segja það að ég veiti raun og veru ekki andlega leiðsögnina, heldur reyni að laða fólkið að Jesú. Það hlýtur að vera lykilatriði. Spurning 2. Með hvaða hætti munt þú sem vígslubiskup leitast við að efla kirkjulífi undan með þínu? Hvaða kirkjulíf á að auka og hvernig? Spyr ég strax. Það er ólíkt í borg og sveit. Samgöngur eru víða vondar og veður válynd og söfnuðir eru víða svo smáir og tekjulitlir að fátt er hægt að kaupa til. Ætli lykilatriði því að efla kirkjulífið sé ekki að fá fólki til að biðja saman. Það kostar eiginlega ekki neitt. Það er bara 2 eða 3 til að hittast. Syngja sálma? Jú, organista kannski eða eitthvað spilaði. Pílagrímagöngur, það þurfi ekki að kosta mikið. Og ég held að það hjálpi mikið til í þessu samhengi og ætti að iðka víðar og skila miklu. En ætli lykilatriði í því að efla kirkjulífið sé ekki að láta sér annt fólkið og viðfangsefnin. Vera íhugull og hollráður þegar eftir því er leitað. Jú, sækja héraðsfundi í stiftinu og vera gefandi og uppörvandi. Heimsækja presta og sóknarnefndir. Og það eru undursamlegir hlutir sem gerast þegar maður leyfir Jesú að vaxa en sjálfur sér að minnka. Og ég er ekki að gera þannig lítið úr hverjum og einum, heldur það hvað vex í þér. Án efa myndi það efla kirkjulífið mjög mikið ef söfnuður sæti ekki uppi með prestana sína svo áratugum saman. Enginn skyldi vera of þaulsitinn í annarra garðahúsum. Ég var 19 ára á Stórunúpi og það reyndist mér ótrúlega gott að skipta starfsvettvang.
þó ég byggi áfram í sveitinni. Því að ljúfur verður leiður ef lengi situr annars fletjum á, eins og segir í Háamálum. Númer 3. Framtíðarsýn fyrir Skálholtsstað. Og hvernig hyggst þú láta hana verða veruleika, verður þú kjörinn sem vígslubiskup? Hvað margar mínútur eftir? Mig langar að Skálholt verði staður þar sem fólk tekur ákvörðun að dýpka rætur sínar í Guði. Það það sem mig langar. En ég á ekki Skálholt. Ég get ekki gert hvað sem ég sýnist sem vígslubiskup í Skálholti. Það eru talið vera hátt í 300 manns sem koma þarna ári hverju, túristar. Samt þarf þessi staður að vera staður kyrrðar, bænar og íhugunar og kannski líka staður iðrunar og nýs lífs. Þannig tekur fólk ákvörðun að dýpka rætur sínar í Guði. Það þarf að hrúa staðnum á þess að vígslubiskupinn verði húsvörður eignanna eða sá sem svara þegar bankar upp á þeirri spurningu hvar náðhúsið sé að finna. Öll þau sem ég hef hitt í Skálholti og vinna þar að reyna að gera sitt besta. Og það aldrei til skyndilausnir á málum staðar eins og Skálholt. Við erum hins vegar fámenn og það eru stór verkefni lögð á hendur færra. Og ég held að sé mjög vanmetið það sem unnið í Skálholti. Það er mikið starf sem framfer þar og þakkarvert. Skólavarðan gamla í Skálholti ætti að vera okkur til brýningar í að vera lifandi, færanleg og endurmótanleg kirkja til að glíma við breytingar á samfélagi og fjárhag. Og ég held að Skálholt sem hugmynd eða hugmyndastraumur sé mikilvægara en byggingar á landareign. Konungur vill sigla en byr bræður för. Og byr andi, kannski heilagur andi. Við viljum ýmislegt, en við ráðum ekki öllu. Ég myndi til dæmis vilja sjá eitt atriði viðbót. Það er það að við myndum huga meira að mótun prestsins eftir vígslu, eins og að móta sóknarnefndin til verka með einhverjum hætti. Ef hins vegar Skálholt væri til sölu, þá myndi ég reyna að kaupa það svo skot. Kannski ég með lykilinn að Skálholti. Þetta sem að langa minn bjó til, hún eiga. En kannski þetta bara lykilinn að hjarta konu minna sem heitir Sigþrúður. Hver veit? Takk fyrir þetta, Axel, og þá bjóðum við Kristján að koma og svara þessum sömu 3 spurningum. Gjör svo vel. Já, það er gott að fá svona spurningar í pósti og hafa tíma til að undirbúa það. Ég staldraði fyrst við, eiginlega áður að koma spurningunum í textanum, að þá er vísað í starfsreglur og talað andlega leiðsögn vígslubiskups og biskups og það hefur verið svolítið mikið talað það innan kirkjunar og fyrsta sem kom upp í huga minn var ákveðin reynsla prests á kirkjuþingi. Ég sat nú þar í 8 ár og reyndi að láta gott að mig leiða. Verst að Ísland skyldi hrynja á minni vakt. Ég ber samt ekki ábyrgð á því. Það var erfiðir tímar, en það var eitt sem við vorum að reyna að gera, vorum að reyna að bæta starfsreglur og ég man alltaf eftir einum bálki sem við ætlum að reyna að setja inn og vorum að vinna, Páll Sigurðsson prófessor vorum að vinna í þessu og það var frið í kirkjunni og friðarskylduna og við byrjuðum fyrsta greinin, hún innihélt gullnuregluna og þá var uppi fótur og fytt á kirkjuþingi vegna þess að það er eitt sem er alveg bannað í starfsreglum kirkjuþings og það er að nefna Jesú eða vitna beint í Biblíuna. Það eru textar sem mega ekki vera í starfsreglum kirkjuþings og mér þótti þetta svo merkileg lexía að
þetta satt í mér ennþá þegar ég sá þetta núna. En andleg leiðsögn, þetta er svona leynilegt markmið sem ég hef sett mér í prestsþjónustu og alveg sérstaklega eftir ég fór að dýpka hana svolítið í þessari klínísku sálgæslu og mér finnst að vera eitt af aðalatriðum þess að vera prestur og hvað þá biskup. En ég lýsi því þannig svolítið í mínum aðalmarkmiðum að þetta byggi á tengslum og þetta byggir ekki bara á tengslum okkar við frelsaran, þetta byggir líka á bara og ekki síst í svona kirkjulegu starfi á tengslum fólks. Og ég sé það svolítið fyrir mér að hef haft að markmiði oft svona aðal fyrirmynd í minni prestsþjónustu er sagan af Emmausförunum. Það er að slást í för með fólki. Og þess vegna lagði ég mitt áherslu á það hérna áðan og sett það upp á heimasíðunni minni þannig að fyrsti punkturinn fyrst og fremst þetta að efla tengslin við fólk sem í grunnþjónustun á hverjum stað. Slást í för með þeim sem að vinna að þjónustunni. Og það er einhvern veginn þar sem að hjartað brennur fyrir þjónustunni í kirkjunni. Fyrst og fremst í samskiptum við þá sem leita til kirkjunar og í safnaðarstarfinu. Sálgæslunni ekki síst. Vígslubiskup hefur vísitasíuna, hann hefur líka mikla möguleika í sambandi við heimsóknir, kirkjuammali og svona opinberar, en líka bara þessi daglegu tengsl við alla sem að vinna í þjónustun á hverjum stað. Og þar reynir auðvitað á að vera svolítið góður í ráðum þó maður sé ungur að árum og hafa góða nærveru þegar á þurfa að halda og að menn finni og fólk finni það að hafi aðgang að vígslubiskupi. Ég hef reynt að gera þetta í prestsþjónustunni þannig að fólk finni að það hafi alltaf aðgang að mér. Og svo þarf maður einhvern veginn að vera góður í skilningi á aðstæðum og þekkja aðstæður. Og það er mjög mikið atriði. En hvernig viljum við leitast við að efla kirkjulíf í umdæminu? Kirkjulífið er fyrst og fremst í safnaðarstarfinu og það lýsir sig besta lýsingin á kirkjustarfi og kirkjulífi að það er samfélag þeirra sem trúa á Krist. Og þá komum við eiginlega aftur að Emmausförunum að þar sáu þeir Jesú í þessum samferðamanni sínum, Emmausfararnir, þegar hann braut brauðið, það er í helgihaldinu og eiga þetta samfélag í helgihaldi safnaðanna. Það er mjög mikilvægt að prestur og presta geri það almennt í sínu starfi og þjónustu reyna að vera í þjónustu með öðrum líka. Og vígslubiskup hefur það lykilstöðu vegna þess að hann er ekki bundinn svo mikið af prestþjónustu við 1 eða 2 eða 3 eða 4 kirkjur eins og flestir sóknarprestar og prestar og djáknar. En framtíðarsýnin fyrir Skálholtsstað sem slíkan ég reyna að lýsa því svolítið sem svona hvernig við lítum á þetta sem fjöregg í sögu og kirkjulífi sem við erum að gæta og við erum sett til að gæta sérstaklega kirkjan og ég man nú alltaf eftir, og við erum að gera það fyrir alla þjóðina og ég man alltaf eftir greinum Halldórs Laxness hvenær ríkið ætlaði að afhenda réttri kirkju Skálholtsstað, það var þetta skemmtileg umræða en við höfum fengið þessa arfleifð og þetta er staður sem er merkur og það er mjög þarft að við einbeitum okkur að þessu verkefni út frá því að þetta er þetta fjöregg. Við erum bara að gæta því, við erum að fara vel með þetta. Ég held að ég tala hérna áðan að Skálholtsstaður þarf að vera lærdómssetur, það þarf að vera helgistaður og það þarf að vera sögustaður, en það þarf líka að vera þetta lærdómssetur þannig til starfsþjálfunar og eflingar fyrir alla. Ég man alltaf eftir góðum fundum og námskeiðum sem hafa verið haldið svona gegnum tíðina. Man sérstaklega eftir í Kjallanssprófastsdæmi þegar ég var þar tilheyrði því og
þá tók ég eftir því hvað það hafði gríðarlega mikil áhrif þegar voru haldin til dæmis sérstök námskeið bara fyrir gjaldkeyrissóknarnefndum, önnur námskeið fyrir ritara og svo námskeið fyrir formenn og svo voru haldin líka námskeið og fundir með þeim sem voru að sinna kristindómsfræðslu kristinfræðum í skólum sem meðan það lafði og það var mjög merkilegt starf og það er sko hægt að ná snertiflötum við svo marga hópa og stéttir með því að setja svona námskeiðahald upp með réttum hætti. En það þarf líka að huga núna mjög alvarlega að því fyrir Skálholt að það þarf að efla menningarlega og trúarlega ferðaþjónustu og bara ganga hreint í vers í því. Og ég hef verið aðeins viðriðin ferðaþjónustu og haft svona innsýn í það aðalega gegnum konuna mína, svo við höldum áfram að monta okkur á konunum okkar og það er þannig að ég sé þetta fyrir mig sem algjörlega svona, nánast óplæðan akur fyrir kirkjuna að takast á við. Þarna þurfum við samt, þó ég hafi ákveðnar tilfinningar og ákveðnar hugmyndir sjálfur, að þá þurfum við að vinna í raun og veru algjörlega að svona nýrri stefnumörkum fyrir Skálholt og byrja svo að byggja upp. Við þurfum að ákveða fyrst, setjast niður og ákveða hvert ætlum við með staðinn í þessu hlutverki sem svona ráðstefnustaður eða sem helgisetur, sem kyrrðastaður, sem áningarstaður eða endastöð í pílagrímagöngum og svo framvegis og svo framvegis. Og við þurfum að ná þessu. Ég átti alveg frábæran tíma þegar ég var í stjórn Skálholts að vorum að vinna með góðum mönnum að byggingu eða undirbúningi að byggingu á ráðstefnu og móttökuhúsi, sýningarskála sem átti líka að vera ráðstefnusalur og það er allt til á teikningum Manfreðs og það er eitt af því sem við getum skoðað, hvernig við getum byggt upp þessa aðstöðu. Það er núna gríðarlega mikil endurskoðun, það er búið að vera, það er eiginlega stefnumörk, það er núna deiliskipulag að verða samþykkt og það er verið að vinna gríðarlega mikla vinnu fyrir Skálholt núna og endurnýtingu algjörlega á húsakosti og það er eitthvað sem við þurfum líka að nýta okkur en í þessari vinnu, undirbúningsvinnu fyrir ráðstefnusetur eða móttökuhús fyrir ferðamenn í þessari kirkjulegu eða trúarlegu ferðamennsku sem var þá og sögulegu, það er fólk leitar í söguna, kemur á sögustaði og menningarstaði, að þá tók ég eftir því að það var svona útreikningur á því að það mætti áætla að það væri svona 250–300.000 sem kæmu til Skálholts og það er kannski komið að því að það er sá fjöldi sem er kominn. Ég veit það ekki alveg fyrir víst. Ég held að þetta sé svona kannski meira í framtíðinni. En ef við næðum svona, og þá var gerði áætlunir ráð fyrir því að við næðum svona 20% inn til að borga sig inn á sýningar eða þess áttar eða nýta raunverulega það sem staðurinn hefur upp á að bjóða og opna fyrir fólki sögu og trú og fornminjar að þá gæti það vel staðið undir sér. Þannig að það er til alveg svona markmið og það eru til svona áætlanir og það er nauðsynlegt að við gerum núna nýja stefnumörkun. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þína framsögu, Kristján, og þá er komið að Eiríki, gjörðu svo vel. Já, kæri vinir, þegar stórt er spurt, þá er stundum fátt svör og þetta eru stórar spurningar sem hér eru lagðar fyrir okkur og þeir kollega mínir hafa svarað þessu mikilli speki og viti sem að venta mátti. En í fyrstu spurningunni er spurt andlega leiðsögn og í tilviki þess einstakling sem hérna verið að tala þá er alltaf eins og sagt og bent fara á, þá er hann sýnilegur, hann mætir víða á samkomur þar sem að kirkjufólk hittist. Það eru ammælum og hann vísiterrar og hann er þannig sýnilegt tákn kirkjunnar, hann predikar í þessum gjarnan á svona samkomum og það skiptir náttúrulega miklu máli svona í þessari andlegu leiðsögn að hann hafi svona skýra sýn sjálfur og
og dálítið öfluga boðun fram að færa í sinni prédikun, og það er náttúrulega liður í hinni andlegu leiðsögn og það er náttúrulega fellt inn í kerfið eins og það er. Og það er býsna margar heimsóknir og ferðir sem að vígslubiskupar fara einmitt í þessum tilgangi. Mörgu finnast þess að kannski samkomur ekki alltaf mjög lífmiklar, en það eins og að skipti miklu máli einmitt að það sem þar fer fram og það sé boðað, það endurspegli andagift og brennandi áhuga fyrir málefninu. Og það er það sem að þessi einstaklingur á náttúrulega að gera. Hann á að smita fólk af áhuganum fyrir hugsjóninni. Þannig að hinn andlega leiðsögn felst fyrst og fremst í þessu og síðan náttúrulega í hinu persónlega samtali við fólk. Í sálgæslu og samtali við presta og sóknarnefnda fólk og aðra sem hann hittir á vettvangi sínum og á ferðum sínum, að þá gefst honum einnig tækifæri á því að veita andlega leiðsögn persónulega, en sömuleiðis eins og við tölum áðan í því sambandi að byggja upp kerfi þar sem er meira unnið með það sem kallum handleiðslu og raun og veru stuðning, persónlega stuðning við einstaklingana þar sem þeir eru á sínu vettvangi í störfum sínum. Þannig að þeir allir þurfa á því að halda að fá klapp á bakið, stuðning og hvatningu. Við erum allar að reyna að finna að það eru kannski 100 hugmyndir nýtt starf og það er kannski ein sem virkar og það er margt sem er okkur mótrækt og margt sem dregur okkur niður á milli þess sem við sjáum eitthvað gleðilegt og þá þurfum við að fá klapp á bakið og stuðning og hvatningu. Og þetta er mjög gríðarlega mikilvægur þáttur í því hlutverki sem að þessi einstaklingur á að gegna í þessari hvatningu. Þannig að menn þegar menn eru búin að gera 30 mismunandi tilraunir til þess að finna upp á einhverju nýju, að þá kannski menn aðeins farnir að hægja á sér og dofna yfir mönnum og þá þurfa menn að fá svolítið uppörvun. Þannig að andlega leiðsögnin, hún er semst í þessu fyrst og fremst í mínum huga, það er fyrst og fremst að vera eins konar sýnilegt tákn og í boðun sinni og prédikun og sömuleiðis í hinu persónlega samtali og stuðning við það kerfi sem að veiti slíkan andlega stuðning. Og spurning 2 að efla kirkjulíf sem er náttúrulega spurning ákveðin strúktúr, eitthvað kerfi sem að kemur til þess að reyna einhvern veginn að efla kirkjulífið og þá er eins og nefnt að hverslags kirkjulíf ætti það að vera og við þekkjum það auðvitað vel að við vildum gjarna sjá fleira fólk í messónum og þar með götunum barnastarfið ekki nógu vel sótt og við erum aldrei nógu ánægð með það sem er að gerast og svo sjáum við líka vaxtarbrodda sumstaðir í sóknunum þar sem allt gengur mjög vel og þá er náttúrulega mikilvægt fyrir okkur að miðla þeirri þekkingu þar sem gengur vel í eitthvað að við getum hjálpast að við kannski byggja það upp á sama hátt og það eins og hér er verið bent á, það eru útivist og göngutúra, pílagrímagöngur og margt sem að mætti reyna á því tagi. Að efla kirkjulífi, það er að hafa augun opin fyrir því að efla þetta samfélag í Jesú nafni. Og það er margir sem tala það að í framtíðinni, eða kannski ekki í framtíðinni, heldur bara jafnvel á morgun, þá muni aukin tæknivæðing leiða til þess að fólk það verða færri í fullum störfum, kannski verða með enn meiri í lausan tíma og hvað er maður að gera þennan lausa tíma? Ef maður vera bara í tölvunni eða sjónvarpinu eða einhverju þannig, við þurfum á samfélagi að halda. Og kirkjan er akkurat rétt í vettvangurinn til þess að leiða fólk saman til samfélags á endalausa möguleika undir hatti kirkjunar og það sem fólk getur fundið bæði samfélag við vini sína, vinasamfélag og í nafni trúarinnar og gert þá verið að læra eldamennsku eða hvað eina sem að dettur í hug. En kirkjans verið vettvangur fyrir samfélagið og ég held að það sé verði geysilega spennandi áskorun fyrir einmitt trúna og kirkjuna að opna það fyrir það í framtíðinni. Og svo er með Skálholtsstað sem að ég get auðvitað viðurkennt að ég hef sjálfur prívat og persónulega mikinn áhuga fyrir, en hins vegar held ég að maður verið líka að horfast í augu við það að staðir rísa og staðir hníga. Ég meina 1784 þá var hrund ykkur einasta húsinu með kirkjan og staðnum og móðuharðindin stóðu yfir og það mýgur rigndi allt haustið og það var bara allt í voða og það náttúrulega sá biskupinn að það var ekkert það ræði að vera þarna lengur. Hann var auðvitað að færa sína starfstöð þangað sem að fólki var á stjórnskiptan. Þó að staðurinn hefði verið valdamesti staður landsins 100 ára og kannski einn fjölmennasti staður landsins og fjölsóttasti staður landsins, þá það kannski í raun og veru þegar uppi staðið ekki það sem skiptir máli í nútímanum. Í hinu nýja lýðveldi eftir lýðveldisstofnunina þá byrja þessar raddir það að við verum að endurreisa staðinn sem hafði þá verið í bóndabýli í 150 ár.
og þá sáum við það að það skipti máli að hafa tengsl við söguna og þennan þráð sem að undin hafi verið fram allt frá því árið 1000 og Skálholt hafi verið með stærsti hlutin af þessu samspili þjóðar og kirkju. Og menn áttuðu sjá því að það skipti máli að halda við þessari sögu, þessum tengslum. Og í nútímanum skiptir þetta líka miklu máli, að fólk átti sig á þessum tengslum. Og Skálholt rétti staðurinn til þess. Og sömuleiðis, einmitt vegna staðsetningar sinnar og vegna þessara tengsla og vegna þess hvernig hann þessara fallegu kirkju með listaverkin og allt þetta, þá hann líka staður andlegrar uppbyggingar. Og það svo Kristján bendir á, að það einmitt, það ekki ljótt að tala um túrisma. Og fólk hefur mismunandi áhuga. Og í þessum einhverjum 100.000 þá eru býsna margir sem hafa líka áhuga fyrir kirkjum. Það sagt að tvennt sé mest sótt hérna á Íslandi af ferðafólki, það eru sundlaugar og kirkjur. Þannig að það eru margir sem hafa áhuga fyrir þessu máli og það tækifæri fyrir okkur til að kynna trúna á Jesú Krist. Og þannig getur þessi staður orðið eins og ég var að segja, sterkt og öflugt tákn. Ég á með til dæmis að drauma það að þarna verði stundu lífræn ræktun og bara boðnar fram afurðir og heima héraði og lífrænu vottun og að staðurinn sé svona bara meðvitað, sem sagt algjörlega á þeim nótum, öll matsala og allt þarna við að því að veita sem minnst stíga sem fæst vistspor. Og þetta sé kynnt fyrir fólki, þetta sé hugsun kirkjunar í dag, einmitt þetta að við staðurinn sé þannig tákn fyrir þessa hugsun kirkjunar. Við vorum á málþingi hérna daginn í háskóla eða í Þjóðminjasafni, þar sem okkur var sagt að við hefðum svona 20 ár til þess að snúa af vegi vitleysunnar í mengunarmálum og loftslagsmálum, annars væri þetta bara of seint. Svo það ekki seinna á vænni en að byrja. En allt nú þetta í Drottins hendi, kæru vinir, og sem sagt við einstaklingurinn í öllu þessu stóra samhengi skiptir ekki öllu máli, hvort sem hann jafnvel þótt hann sé heiti biskup eða vígslubiskup, en hugsjónin Jesú Krist og boðun hans skiptir miklu máli. Hún grundvallaratriði fyrir okkur öll. Og þess vegna leggjum við okkur öll fram það að boða Jesú Krist og laða fólk til samfylgdar við hann. Og ég þakkláttur fyrir að fá að eiga hlut í því. Ég glaður með það og glaður í Kristi. Ljós ykkur öllum velfarnaðar, takk fyrir. Þakka fyrir þín svör, Eiríkur. Og þakka ykkur öllum þremur fyrir að svara þessum spurningum því þær voru ekkert allar einfaldar. En hefur gefið okkur gleggri mynd af hugsjónum ykkar. En þá erum við komin af þeim lið í dagskráni sem að leyfa almennar spurningar hér úr kirkjunni og mér langar að biðja ykkur að gefa merki ef þið vilji spyrja þá þrjá heiðursmenn hérna einhverja spurninga, varðar Skálholt og störfin þar. Mér langar að biðja ykkur að hafa spurningarnar almenns eðlis og þokkalega skýrar og biðja ykkur að kynna ykkur upphaflega, eða í upphaf byrja á að kynna ykkur með nafni áður en þið kastið fram spurningunum. Og við munum bara að sitja hérna og hérna þannig að ef að þið viljið spyrja einhvers þá tækifæri til þess núna. Gjörðu svo vel. Einhver sem vill ríða á vaðið og spyrja? Já, Þórey. Mér sýndist þér þarna, spurning þarna. Hvað
Takk fyrir þetta og ég held við höfum þá þann háttinn á að við svörum hverri spurningu sem kemur. Eru þið ekki sáttir við það? Kristján, má ég kannski biðja þig að byrja? Já, Við notum það alveg nóg fyrir okkur að nota. Það var bara sæmilega hátt. Heyrist ekki þokka líka okkur? Gera það. En góð spurning þér að Bára, takk fyrir hana og ég veit af Elju þinni í sambandi við girðardagana og þetta er mjög merkilegt starf. Það sem er svona spurning að auka eða minnka, það er spurning það hvað eða leggja áherslu á meiri eða minni. Það held ég að hljóta að fara svolítið mikið eftir áhuga og hvernig til tekst með kynningu á slíkum tilboðum girðardaga. En það er lykilatriði þarna á staðnum er að vinna að einhvern veginn að skipta svæðum einhvern veginn upp. Þannig að ferðaþjónustan og þá hugsanlega sýningarskáli eða söguskáli að það verði aðskilið og þegar að girðardagar eru í gangi. Og það myndi gilda líka ráðstefnuhald og önnur semur. Og ég held að það sé lykilatriði þarna að skipta þessu þannig upp að girðardagarnir fái sinn frið, af því það er bara mjög nauðsynlegt. En það er hugmyndir sem ég hef séð í sambandi við nýtingu á Vígslubiskupshúsinu sem er núna, það sem stendur næst kirkjunni, að þá ætti það að vera, það lítur vel út, að það á að vera móttökuhúsið og þá er það ekki upp við skólan alveg, heldur á hlaðinu fyrir framan kirkjunni, aðgangur að því. Þannig að það þarf að vinna þessu og sjá til þess að þetta sé algjörlega hægt að skipta upp þannig að það geti verið föst starfsemi og svo líka þessi daglega móttaka. Takk fyrir. Það eru fleiri sem viljið þið svara líka, Axel og Eiríkur. Þetta er nú svona praktist svar sem Kristján er búinn að gefa og ég vildi kannski bæta því við að girðardagar í Skáld eru flestum sem fara á þá ómetanleg og þeir þurfa þá að vera í kyrrð og einhvern veginn verður að finna samleið þess að tveggja hópa sem ekki blandast vel. Einhvern veginn svona. Viltu bæta einhverju við þetta eða? Já, sko, ég hef bara, þetta er hvort tveggja mikilvægt. Ég segi fyrir mína parta að ég vil gjarnan sjá fjölbreytni í starfinu í Skálholti. Ég myndi ekki vilja sjá staðinn eingöngu verða mótaðan af kyrðardögum. Þess að ég vil sjá staðinn mótast eða endurspegla fjölbreytni mannlífsins á ýmsan hátt. En hins vegar held ég að praktískt séð þá eru kyrðardagarnir kannski meira, ég segi nú vetri til, þegar að svona minna flæði fólks er. Og þannig að ég held að þetta sé svona praktískt úrlausnarefni því að vilja allir halda í þessa daga og það sem að það sé skapa rými fyrir þessa daga. En aftur á móti, sem ég segi yfir sumartíman, þá er kannski erfiðar að gera það en það hafa þeir ekki verið haldnir þá. Þannig að sem sagt, já, þetta er mikilvægt starf og ég held að sé alveg hægt að leysa það með þeim hætti að eitt útiloki ekki annað. Takk. Takk fyrir. Eru fleiri spurningar? Enginn sem vill spyrja þá? Tækifærið núna. Þá ætla ég nú kannski að gefa ykkur tækifæri. Fyrst að enginn hefur óskað eftir því að fá kastast fram spurningu hérna, þá skil ég það sem svo að þið hafið verið afskaplega skýrir og klárir í ykkar framsögu allir þrír og svarað öll með þeim spurningu sem á fólki brennur. En er eitthvað sem þið viljið segja svona lokum, eða þið fáið svona 3 mínútur hver? Eða eru þið þurr lausnir? Magnús, ef þú vilt, Eiríkur? Ég ætla að segja Kristján, ef þú vilt byrja því að við vorum nú í... kallaði Magnús. Mér þótti mjög vænt það í Vestmannaeyjum þegar ég var kallaður Kjartan. Þá vissi ég að ég var rétt í leið með prestþjónustuna og ekki leið að líkjast með séra Kjartan Örn Sigurbjörnsson. Já, það er dálítið mikilvægt að fara hérna með það veganesti að vilja allir efla
staðinn og þjónustuna í kirkjunni og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við höfum það í huga sem veganisti héðan. Bænum að við getum unnið vel saman og á öllum stöðum og sviðum í kirkjunni og þá gengur þetta vel hjá okkur. En þetta er svona bara mín orð og takk fyrir að efna til fundarins fyrir að Gísli, þú varst fyrstur að ríða á vaði sem að Sæmir formanni prófastafélagsins og svo komu hinn prófastæmin á eftir og það verða fundir hérna á nokkrum stöðum og ég bara þakka fyrir þetta tækifæri að fá hitt og bara mér finnst vera góð mæting í kvöld. Takk fyrir það. Eiríkur, ef ég má bjóða þér að eiga 3 mínútur svona. Ég held að ég verði að segja restin kannski í huga að segja en það er kannski að segja eitthvað í viðbót en mér þetta í huga þá var að ég setti það hérna inn á þetta kynningablað sem ég sendi út að ég hef mikið uppáhald af því sem Jesús segir það að ég kalla ykkur ekki fram að þjóna heldur kalla ég ykkur vini og ég held að það sé einmitt lykillinn að því fyrir alla þá sem veljast til forystu í sem við getum kallað svo innan kirkjunar að það sé einmitt þessi hugsun þar að baki að þeir sem veljast til þess að bera ábyrgð á einhverjum hlutum, þeir hefji sig ekki yfir fjöldan einn hátt, heldur upplífi það og viti það að þeir eru þjónar fólksins og starfa með öðrum þó þeir hefði ákveðið skilgreint hlutverk og þá líka lækka girðingarnar á milli fólks og menn geta tala saman opinskátt um það sem þeim liggur á hjarta og þannig verður í raun og veru samfélagið sem við okkar hugsjón snýst nafni Jesú Krist, jafningja samfélag, þar sem að fólk allir fá að njóta sín, allir skipta máli og þannig smitar út frá sér, eftir svo gerði ég á dögum frumkirkjunar, þannig var það sem að Jesús Kristur var boðaður og þannig fjölguðu þeim sem þar var af því að menn horfðu til þessa fólk sem játaði trú Jesú Krist og þannig skynjaði að það var eitthvað mikið að gerast sem að skipti máli í því samhengi. Þannig löðust menn að samfélagi. Þetta er alveg jafngilt í dag. Við þurfum að sýna fram á það að það sé eitthvað dýrmæti sem við búum yfir sem að laði fólk til okkar í það samfélag sem við bjóðum upp á. Og það séu allir jafnir í Jesú nafni. Takk. Axel, gjörðu svo vel. Konan við brunninn bað Jesú að gefa sér vatn að drekka, það var öfugt. Mig langar að hafa mín lokaorð þannig að sjálfsögðu bara tekið undir Kristján og Eirík þess að þeir segja. Ég verð ekki á fundi 27. þar sem Reykjavík prófastamur vestra heldur. Ég ætla þá að vera farin að ganga Jakobsstíginn til áleiðis til Sankt Jakob Compostela sem andlegt prófram. Þessi fundur er tekin upp og honum varpað út á netið og svo satt geymdur þar líka, þannig að fólk getur séð það. Eins geta þess að morgun er fundur á Hellu sem eru líka varpað út á netið og við hefum Suður prófastarmi sem getur kíkt á Facebook síðuna þar og fylgst með þar. Og svo að gagna sé. En þetta er bara skemmtilegt að vera hjá okkur. Ég vildi gjarnan að fundurinn var að byrja núna. Því að það þarf að slípast svolítið það sem maður segir og vill gera og hvernig maður koma fram. En kannski það virki allt saman einhvern veginn til góðs og samverki og sjálfsögðu er þetta bænin svo að sem flest kjósa. Það eru 975 sem hafa kosningarétt og það er mjög mikilvægt, finnst mér, að það verði mjög mikil kosningaþátttaka. Þannig að þið farið með þetta veganisti heim til ykkar kjörnenda að vera dugleg að taka á móti póstunum og senda hann af stað aftur. Það er ekki góð skilaboð til okkar þjóðar að það sé 10%, 15% kosningaþátttaka í þessu. Það þarf að vera 100% eða því sem næst. Og bara takk fyrir Gísli, Eiríkur og Kristján. Og Helgi. Nei, ég er Helgi. Og takk fyrir. Mér langar að þakka ykkur öllum fyrir góðan fund og það hefur verið allavega fyrir mig, ég get náttúrulega ekki tala fyrir neitt annan, afskaplega upplýsandi ykkar málflutningur hérna, en mig grunar að prófastu vilji ljúka fundi. Gísli, gjörðu svo vel.
Ætluðu þið ekki að vera til 7? Jú, var það ekki? Það eru 3 mínútur. Það var talið 3 mínútur. Nei, ég vil nú bara þakka ykkur fyrir þessari þremenningu hér og þakka ykkur fyrir ykkar málflutning og ykkar kynningu og ég óska ykkur öllu velfarnaðar. Ég veit að þið geti ekki allir sigrað, en við skulum nú bara trúa því og treysta því að Drottinn leiði þetta áfram, þannig að það verði öllum til blessunar. Bæðið þeim sem valið verður og ykkur hinum líka og okkur öllum á kirkjunni. Og þar með allir einu svo sem bara að þakka fyrir og þakka ykkur fyrir komuna. Og eins og hér kom fram þá verður þetta, það var þessu streymt inn á kirkjan.is og verður væntanlega hægt síðan að horfa á upptöku af þessu fundi þar. Og eins og líka kom fram að því það er kannski allt í lagi að hafa aðeins tæknilegar upplýsingar í lokin, að þá, hér var nefnt, þá verður kosningin bréf, þannig að kjörmenn fá bréf undir lok mánaðarins og hafa þá tiltekinn tíma, ef maður rétt 10 daga eitthvað svoleiðis, til þess að senda það tilbaka með sínu atkvæði. Þannig að þið hafa nú svolítinn tíma ennþá til þess að velta vöngum og melta það sem hér hefur verið sagt og spá í þessa 3 kandidata og síðan gerir